öskudagsmessan sem nú ekki mjög algeng hér hjá okkur hefur það sérstaka einkenni að þar aska tilreidd til að setja búa til kross með ösku á enni þess sem kemur og tengist sem sagt iðruninni, tengist föstu hugsunina að iðrast. Að iðrast í sekk og ösku heitir það í Biblíunni, þannig að askan sem sagt iðrunartákn. Og þessi hefð sem að æfa forn að fólk komi til kirkjunar á öskudag og marka þannig með vissum hætti upphaf hinnar eiginlegu föstu og yfirlýsingin það að vilja iðrast felst í því að óska eftir því að fá þennan öskukross á ennið. Þetta í boði í kirkjunum hér? Nei, sko, þetta náttúrulega í sjálfu sér í boði í kirkjunum almennt, en við erum svo heppin að skuli vera til lítill söfnuður sem að hittist alltaf á miðvikudegi og þar sem að öskudagur miðvikudagur þá hefur þetta fylgt honum frá upphafi. Þessi miðvikudagssöfnuður í Hallgrímskirkju sem var einmitt stofnaður fyrir 7 árum á öskudaginn 2003. En við höfum reynt svolítið, sko, það var fyrir 2 árum, þá reyndum við að svona hleypa lífi í öskudaginn með því að senda prestum öllum texta öskudaginn. Gerðum það í samvinnu við biskupinn. Það var sér Flóki sem hafði frumkvæði að því og við sendum þetta út, en það voru nú ekki mikil viðbrögð. Þetta hefur verið haft í nokkrum kirkjum svona á síðustu 7 árum, en þetta ekki eitthvað sem hefur orðið vinsælt innan gæsalappa. En það má segja það því að það virkur dagur, það væri það helst að gera þetta kvöld. Við vorum með þarna fyrir 2 árum kvöldmessu inn í Grafarvogskirkju og það var reynd í 1 skipti. En það ekki mikil eftirspurn sem sagt eftir því að iðrast á föstunni, þannig að þess vegna þetta ekki mjög algengt, trúi ég. Hvernig fer þetta fram? Þetta þannig að þetta í rauninni bara mjög stytt útgáfa af heilli messu, það að segja messu með altarisgöngu. Messan í Hallgrímskirkju á miðvikudagsmorgni alltaf stutt, hún bara hálftími og síðan morgunverður og eftir. Og það má segja það að þessi hluti askan sjálf kemur í staðinn fyrir hugleiðinguna. Það eru lesnir textar öskudagsins sem að sjálfsögðu í handbókinni, það getur ráð fyrir því að það sé til, sko. Og síðan sem sagt messan bara stytt en hún heldur allum sínum liðum, en í staðinn fyrir, eins og ég segi, hugleiðinguna þá kemur það að það sem sagt beðið bænar yfir öskunni og allir koma og taka við öskukrossinum á ennið og síðan heldur bara messan áfram með altarisgöngu. Og þetta í Hallgrímskirkju á öskudag klukkan 8 að morgni? Að morgni.